Góðan daginn. Ég ekki búinn að vera voðalega virkur undanfarið. Það var langt síðan ég vlogaði síðast. Það er bara búið að vera mikið að gera. Maður í skóla, maður að æfa, fótboltinn að byrja aftur og maður langar til að vinna aðeins í að bæta sjálfa sig. Reyna að vera virkur hér, að vloga. Ég er að reyna að finna svona balans á þessu öllu saman. Ég gæti vloga bara á 2-3 daga fresti og verið bara all in í þessu. Bæði það myndi ég hugsa aðra þætti eins og að tíma með vinum og fjölskyldu og skólanum, myndi hugsa það meira og rauninni missa það að rækta sjálf og gæti ég vlogað 2-3 í viku og reynt að ná upp einhverjum aðdánum, en mér er eiginlega meina saman það meira að þeir sem eru að fylgjast með mér nú þegar að þeir njóti góðs af því sem ég er að gera og ég get gefið þeim aðilum eitthvað fram að færa sko. Ég mátti ykkur vita stuðun. Opbóti. Þetta átti ekki að gerast. Liðin í CrossFit. Ég er búinn að vera veikur síðan 2 daga, þannig að þetta er svona æfing sem ég ætla að koma í gang einhvern veginn. En ég ætla að taka smá olímpíst, svona power clean. Og síðan er svona heldur skemmtilegt workout of the day. Þá er þessi æfing búinn. Fyrsta æfing veikindi, ég ætlaði að taka það rólega en þetta var ógeðslega vitt. Þetta er bara gaman, fara í ísbað og svona núna. Ef ég geta tegið allavega. Þannig held ég sjá ykkur bara heima. Nú er maður allt annað maður. Komið með smá kýl í hárið, þá er maður klár í daginn. En ég náði mér í surprise, ég náði mér í glow. Þetta er svona nýr matseðill hjá þeim, hann er fullt af nýjum skálum og síðan náði ég mér svona Mexíkó hrotta vefju hérna sko og tók mér smá salat með sæta, brokkoli og hummus og svona og þessi Mexíkó vefja, ég fekk hérna í gær og hún er ándjóks, hún er ógeðslega góð, þannig að mæli með henni. Ég sem spyrir mig vilja fá meira hvað ég borða það sem er í þessu, það er þetta svona tortilla vefja í kringum sem er alltaf bara brauði sem er kannski ekki sérstætt fyrir mann en hérna það er mér á stundum. Það er hrísgrjón. Það er hérna svarta baunir, það er grænkál og hérna eitthvað svona salat. Það er salsa, það er avokado, það er spicy mayo líka sem gerir þetta svona gott. Verð bara að mynda þetta maður. Fyrsta snjókoman í Reykjavík örugglega bara
mjög lengi. I like. Ég nefnilega svo mikið, ég hrotta jólabarn sko. Þannig að ég peppaður og svo sé ykkur harki í þessu, þá ég bara bólnum sko. Við höfum það alveg á hreinu. Kuldin bara absolute doorway to the soul sko. Nei, ekki halda þessi keksaður. Ég með úlpu hérna í bíl bara, þannig að áður en ég frýs þá bara sé ykkur næst þegar að halda fyrirlestur. Já, en þetta var bara mjög gaman. Það var gaman að miðla frá sér því litla sem ég veit til aðra, til þess að þau geti nýtt það. Eða vonandi hafa þau verið að hlusta á eitthvað sem ég sagði, en vonandi hjálpar þeim eitthvað því ég hefði viljað vita þetta alltaf sveira aldrei. En langaði samt til að ræða ykkur aðeins í lokin að þú veist, ef þú ert að fara að gera eitthvað, langar til að gera eitthvað, þú veist, gerðu það bara. Byrjaðu bara og þarft ekki að hugsa allir enda. Þú veist, ég langar til að komast í betra form eða taka mataræði í gegn eða vera virkur á Instagram eða eitthvað svoleiðis, að byrja það bara. Þú þarft ekki að vera alltaf með allt á hreinu og ef þið langar til að gera, gerðu það þá bara. Því að það verður ekki það að segja að ég á svo langt til hand með ógeðslega margt en ég byrjaði bara og einhvern veginn hefur þetta bara svona, þú veist, ég betri og betri í því sem ég að gera og það byrjaði ekki sem snillingur, þannig að byrjaði bara, gerði mistök, leyfðu þér að gera mistök og lærði það þeim. Þannig að ég ætla að enda lokið á því að segja bara, þú veist, gerðu það bara, byrjaðu, ekki hugsa til loka, þú þarft ekki að eiga alltaf besta. Þú þarft ekki að bestu myndaðilina eða bestu hlaupaskóna eða bestu rektarskóna eða eitthvað til að gera sem þú vilt gera, heldur, gerðu það bara. Þannig að endilega, ef ykkur finnst það gott vlog eða eitthvað eða vilja segja mér eitthvað skemmtilegt, þá kommentið hér fyrir neðan. Segja mér endilega hvað vil ég að gera í næstu vlogum. Gaman að vera þetta og bara við sjáumst. Bye!